Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 12. maí 2021 og þetta fundur númer 285. Ég bið ykkur velkomin á þennan nýja stað og eins og glöggir áhorfendur sjá þá erum við stödd í vöruhúsinu. En mætt eru sá sem hér stendur, Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Stefanía Anna Sigurjónsdóttir og Sæmundur Helgason, einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 18 mál, þar af 3 fundargerðir bæjarráðs og síðasta fundargerð bæjarstjórnar til kynningar og að lokum skýrsla bæjarstjóra. En okkur ekki til setunum boðið og orðið laust fundargerð bæjarráðs 988. Eitthvað sem óskar til að taka til máls undir þeirri fundargerð 988? Það ekki. Þeir sem það henni samþykki gjöra svo réttu hönd. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs 989. Orðið laust þá fundargerð. Fundargerð bæjarráðs 989. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Það er gaman að vera komin hingað aftur eftir námsleyfi sem ég var í og það var ekki vegi að halda smá hugleiðingu þessa fínu fundargerð 989 en í upphafi langaði mig að tala mál númer 9 og fagnaði mjög að sveitarfélagið fékk úthlutun úr framkvæmdasjóði ferðamannastað varðandi Leiðarhöfða til þess að halda hönnunarkeppni þann frábæra útsýnisstað. Leiðarhöfði magnaður útsýnisstaður og þegar umhverfisnefndin gamla endurvakti þetta mál að skoða það að gera varanlega aðstöðuuppbyggingu, minnir að það hafi verið vorið 2017, þá voru ýmsar hugmyndir á lofti en þessi farvegur að halda hönnunarsamkeppninni, það finnst mér bara mjög flottur farvegur og ég hlakka til að sjá tillögurnar sem koma út úr þessari hönnunarkeppni og sömuleiðis fagnaði því að leigufélagið Bríet og sveitarfélagið og Mikael EHF hafa undirritað viljayfirlýsingu uppbyggingu á íbúðum á Höfn og það gott mál og megi þetta verkefni fara af stað bara sem allra fyrst. En það sem ég vil fá að ræða það mál sem undir fundargerð fræðslunefndar, mál númer 12. Þar var umræða skýrslu Eurodice undir fyrirsögninni Streita og brottfall kennara. Þetta mjög athyglisverð skýrsla sem eftir að gefa gaum. Til umfjöllunar samanburður milli Evrópulanda á starfsöryggi kennara, endurnýjun og mögulegum kennaraskorti, samanburður á launum, það tekið á hlutfalli starfsþjálfunar í kennaranámi sem og í endurmenntun kennara. Og á vettvangi sveitarstjórnar finnst mér rétt að beina sjónum að fagmenntun kennara og launakjörum. Það ekkert leyndarmál en skólastigin 2 sem við höfum að segja, sem sagt leik- og grunnskóli, búa við afar ólíka stöðu þegar kemur að fagmenntun starfsfólks. Leikskólinn glímir við þann vanda að það vantar tilfinnanlega fleira faglært fólk. Það ættum við að taka til okkar í stjórn sveitarfélagsins og beita okkur fyrir því með öllum ráðum að hækka menntunarstig starfsmanna á báðum skólastigum en sérstaklega á leikskólastiginu. Það ekki bara vandi í okkar sveitarfélagi hversu fáir leikskólakennarar fást til starfa, það landlægur vandi. Á flestu stöðum þá sárvantar fleira faglært fólk í leikskólana. Það þarf að bæta kjörin hjá starfsmönnum skólana, það að mínu mati vandi sem blasir við í þessari skýrslu. En ég vil benda á í því samhengi höfum við mörg undanfarin ár verið með aðgerðir sem beinist að starfsmönnum og leik- og grunnskóla í fagmenntun samhliða starfi sem mjög gott og hefur skilað ákveðnum árangri. Sömuleiðis starfsfólk skólana mjög duglegt að fylgja endurmenntunaráætlun sem við fáum að smíða sjálf og þar hafa margvísleg fjölbreytt námskeið verið í boði og einnig get ég vottað það að margir starfsmenn mjög duglegir að sækja sér sína endurmenntun sem hæfir þeirra áhugasviði eða þörf á hverjum tíma. Þannig hér hjá okkur mjög margt gott í gangi en það auðvitað alltaf hægt að gera betur. Og í þessari sömu fundargerð, sem sagt í fundargerð
bæjarráðs þá er verið að setja fram reglur starfsemi leikskólana undir lið 5 í fundargerðinni. Það er tekið fram í upphafi að leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins. Að vera í leikskóla er ákveðinn áfangi á menntabrautinni. Leikskólastarfi miðast við samfellda viðveru barna alla virkadaga vikunar. Og mér finnst það óþarfi að fjölyrða mikið það hversu mikilvægt skólastig leikskólinn er. Snemmtæk íhlutun fyrir nemendur sem þurfa sérstök úrræði í námi, stuðning eða þvílíkt. Það er afar mikilvægt að leikskólinn hafi úrræði og fagfólk til að beina ungum nemendum fyrstu skrefin á menntabraut. Leikskólinn er ekki bara fyrsta skólastigið, heldur líka það mikilvægasta að mínu mati. Og svo er í reglunum útlistað í nokkrum greinum hvernig við setjum reglur umsóknir, starfstíma og hvernig leikskólagjöld skuli greitt og fleira þeim úr. Og ég samþykki svo sem alveg þessar reglur, en ég vona að þetta verði í síðasta sinn sem við afgreiðum svona reglur. Því að ég sé það fyrir mér við ættum að stíga það skref til fulls að gera leikskólastigið að fyrsta skólastiginu, eins og sagt er í upphafi reglana. Ég vil að leikskólinn verði gerður að skyldunámi. Það þýðir með öðrum orðum að leikskólinn verði skólaskylda, til dæmis frá 2 eða 3 ára aldri. Og þannig verði leikskólinn líka án gjaldtöku og alfarið á kostnað samfélagsins og samneyslunar. Við erum hvort þið að borga yfir 90% af rekstri leikskólana með sameiginlegum sköttum. Þannig að þetta skref að gera leikskóla gjaldfrjálsa, það er lítið skref fyrir sveitarfélagið en risastórt skref fyrir foreldra leikskólana. Og kemur þeim best sem minnst af á milli handana. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Skjöruglega aðstakka þér. Orðið er laust. Ásgrímur Ingólfsson er beðið orðið. Heilsóðil Ásgrímur. Þakka þér fyrir þetta. Það bara hjó eftir því að Sæmundur, ég er ekki sammála honum við þessu, ég ætla bara að láta að þetta eigi að vera fyrsta skólastig að börn frá 2-3 ára eigi að vera skylduð á leikskóla og megi ekki vera heima hjá sér að leika sér eða heimavendi mamma með lítið önnur börn eða eitthvað svoleiðis. Ég bara til að þá koma skýrt fram að mér finnst þetta ekki sniðugt til að Þakkum Ásgrími fyrir. Orðið er laust. Björgvin, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Mig langar að taka til máls undir fyrsta máli. Það er sem sagt fundargerð Fræðslu- og tómstundunefndar númer 78. Þar undir er 4. mál á dagskrá, það er Hofgarður, umsóknir 2021. Og ég vil bara lýsa yfir ánægju yfir að búið sé að ráða nýjan skólastjóra í sambrenginn leik- og grunnskóla í Öræfunum. Og vil ég biðja hana Hafdísi Rauðsdóttur, nýjan skólastjóra, velkomin til starfa. Eins og við vitum flest er hún ekki alveg ókunn skólanum og hefur unnið þar árabil. Einnig er óhætt að fagna því hversu margar umsóknir bárust stöðuna og fleiri stöður sem voru auglýstar við skólan. Og að lokum vil ég þakka Brynju Kristjánsdóttur, fráfarandi skólastjóra, fyrir vel unnin störf í gegnum tíðina, bæði sem kennari og sem skólastjóra. Og lýkur hún störfum við skólan í vor. Og að lokum vil ég óska henni bara velfarnaðar í því sem hún tekur sér fyrir hendur. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 989. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er hérna í fundargerðinni liður númer 2, atvinnu- og menningarmálanefnd. Langaði aðeins til þess að ræða þar er fyrsta mál á dagskrá hvatning í Hornafirði, sértæk úthlutun vegna COVID-2019.
Þetta er auka samkeppnissjóður sem var búinn til úr peningum sem við fengum frá ríkinu vegna erfiðleika út af COVID-19. Ég veit að það er búið að úthluta úr þessum sjóð en ég hef ekki séð hvernig niðurstaðan var, þannig að það væri bara að hvetja starfsmenn til þess að deila því hverjir fengu styrkur og hvernig þetta endaði þessi því það voru margir sem sóttu og mörg flott verkefni sem að þarna sóttu styrk. Síðan er það liðið 4, ósk myndatökusvæði á Höfn. Ég kan bara vekja athygli á því að 16. maí þá rennur út tækifæri til þess að koma með hugmynd að einstöku svæði hér í sveitarfélaginu til þess, og þetta er á Höfn sem er verið að tala til þess að taka myndir og deila út allt eins og við þekkjum frá öðrum sveitarfélögum í bæjum sem hefur verið sett upp. Þannig að ég hvet alla sem að eru með góðar hugmyndir að taka þátt og senda inn í þessa samkeppni að við sendum tillögu myndatökusvæði. Síðan langar mig að taka undir með honum Sæmundi varðandi lið 16, samstarfsyfirlýsingum uppbyggingu og íbúðum á Höfn. Það er mjög ánægjulegt að það hefur náðst samkomulag milli leigufélagsins Bríetar, sveitarfélagsins og Mikaels EHF og við það vilja yfirlýsingum uppbyggingu og íbúðum á Höfn. Og með þessu lítur undir það að það verði hér leigufélagið Bríet með íbúðir, þannig að það breytist leigumarkaðurinn á Hornafirði. Það er þá ekki bara sveitarfélagið með sínar íbúðir sem að auðvitað eiga helst að vera á félagslegum grundvelli og síðan þá einstaklingar sem eru að leigja út, en auðvitað verður það samhliða en þarna bætist við í flóru leiguíbúða og veitir nú ekki af hér í okkar samfélagi. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust 989. Það er ekki fleiri sem gefa mér merki. Þeir sem þetta henni samþykki gjöra svo réttupönd er samþykkt samhljóða. 3. mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 990. Orðið er laust þá fundargerð. Fundargerð bæjarráðs 990. Ykkur sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð. Það er enginn. Þeir sem henni þá samþykki gjöra svo réttupönd. Það er samþykkt samhljóða. Ég er fundargerð bæjarstjórnar 284. Er eitthvað sem vil ræða þá fundargerð? Það er ekki. Þá erum við komin yfir almenn mál og 5. mál á dagskrá er ársreikningur sveitarfélagsins. Matthildur, skjöldu vel. Takk fyrir. Ársreikningur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Geða svo hlaði frátt fyrir það, en nú liggur fyrir lokaútgáfa ársreiknings sveitarfélagsins, en engar breytingar hafa átt sér stað á milli fyrir og síðar umræðu, þannig að bæjarfulltrúar geta rýnt gögnin í fyrir fundargerð. Helstu niðurstöður eru þannig að rekstrarniðurstaða á B-hluta var jákvæð 125 milljónir króna og niðurstaða A-hluta var jákvæð 57 milljónir króna. Eigið fé í árslok 2020 nam 5.359 milljónir króna samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A- og B-hluta en 4.714 milljónir króna fyrir A-hluta. Veltufé frá rekstri A- og B-hluta var 406 milljónir króna en 241 milljónir króna í A-hluta. Eigin fjárhlutfall A- og B-hluta í árslok nam 75,9% og 81,8% í A-hluta og veltufjárhlutfall var 0,72 í A- og B-hluta og 0,99 í A-hluta. Skuldir og skuldbindingar A- og B-hluta námu 1700 milljónir króna í árslok 2020 en 1051 milljónir króna í A-hluta. Skuldahlutfall
A og B-hluta í árslok 2020 var 59% og skuldaviðmið 36% sem er vel undir 150% hámarki viðmiðunarreglu samkvæmt reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Ég fjallaði ítarlega um ársreikningi með fyrri afgreiðslu í bæjarstjórn en ítreka að góð niðurstaða hér í dag er árangur af ábyrgri fjármálastjórn. Rekstur málaflokka er samkvæmt áætlun með viðaukum þrátt fyrir aukinn kostnað vegna COVID-19. Stjórnendur voru vel meðvitaðir stöðuna og höguðu rekstrinum í samræmi við það og vil ég hrósa þeim fyrir ábyrga stjórn undir erfiðum kringumstæðum. Ég vil jafnframt ítreka þakkir mínar til fjármálastjóra og annarra starfsmanna ásamt því að bæjarfulltrúar eiga þökk skilið fyrir öflugt aðhald og stuðning. Jafnframt vil ég þakka KPMG fyrir störf sín við vinnu við gerð ársreiknings og legg því til að ársreikningurinn verði samþykktur í bæjarstjórn. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Mathildur. Orðið er laust 5. mál á dagskrá ársreikningur sveitarfélagsins. Er eitthvað sem vil taka til máls undir 5. mál á dagskrá? Gefið mér engin merki. Þeir sem eru honum þá samþykkir gjöra svo réttuband. Það er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá er endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulags Hornafjarðar. Stefanía víkur að fundi undir þessu máli. Björgvin hefur beðið orðið. Forseti, góðir fundarmenn. Lagt er til að gera óverulega breytingu á aðalskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Breyting á texta í kafla 7 í aðalskipulagi sveitarfélagsins hljóðar þá svo. Ekki er heimilt að selja gistiþjónustu í íbúðabyggð umfram heimild í 13. grein reglugerðar nr. 1277 frá árinu 2016. Heimilt er þó að endurnýja rekstrarleyfi til sölu gistingar sem voru í gildi fyrir staðfestingu aðalskipulagsins 7. október 2020 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum samanber bókun umhverfis- og skipulagsnefndar frá 11. mars 2020 þar sem kveðið er á 0,8 bílastæði á hvert herbyggi innan lóðar, greinilega merkingar gististaðar, gilt starfsleyfi frá haust og rekstrarleyfi frá sýslumannsembættinu. Slíkt leyfi er bundið við þá fasteign og þann leyfishafa sem var með rekstrarleyfi til sölu gistingar í viðkomandi fasteign á fyrrgreindum tíma og það hlutfall húsnæðis sem rekstrarleyfi til sölu gistingar var þá bundið við, auk þess sem þetta á aðeins við óbreytta starfsemi frá þeim tíma. Undanþága vegna heimildar til endurnýja rekstrarleyfis til sölu gistingar í íbúðabyggð að ofangreindum skilyrðum uppfylltum er tímabundin til 12 mánaða frá breytingu aðalskipulagsins sem er 7. október 2020. Að þeim tíma liðnum fellur heimild til endurnýja rekstrarleyfis til sölu gistingar í íbúðabyggð samkvæmt þessu ákvæði niður og jafnframt fellur heimildin niður ef rekstrarleyfið hefur verið fellt niður á grundvelli 1. málsgreinar, 2. málsgreinar eða 7. málsgreinar 15. greinar laga nr. 85 frá árinu 2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Rekstrarleyfi til sölu gistingar í íbúðabyggð sem endurnýjuð eru samkvæmt ofangreindu eru ótímabundin í samræmi við 1. málsgrein 11. greinar laga nr. 85 frá árinu 2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 7. mál á dagskrá endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulagsins. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundarmenn. Þegar þetta mál var síðast til umræðu fyrir rúma ári síðan, þá lagðist ég á móti því að fara gegn þeirri reglugerð og lögum sem sett voru á Alþingi árið 2016 og setti þær reglur yfir gistiheimili í flokki 1 í skilgreindi íbúðabyggð undir 90 daga reglu og ákveðin tekjuviðmið. Ég hélt það þá langa ræðu og færði rök fyrir því þá eins og
sem að bent á athugasemdir varðandi ónæði sem íbúar benda á að slíkri starfsemi og athugasemdir að svona ákvörðun í hrópandi mótsögn þá stöðu sem á íbúamarkaði í sveitarfélaginu og eða þá sem hafa kostað miklu til og byggt upp gistingu í flokki 2 og verslunar- og þjónustusvæðum eða jafnvel hótel í flokki 3 og 4. Og ég hef ekkert breytt þeirri afstöðu minni og biðji ykkur, starfsmenn og félaga í bæjarstjórn sem skrifi fundargerðir þetta mál, að gleyma því ekki að skrifa forskeyti meirihluti fyrir fram að þá ákvörðun ykkar að bæjarstjórn samþykki þennan gjörning. Skrifið meirihluti bæjarstjórnar, meirihluti skipulagsnefndar þegar við á. Þakka Sæmundi fyrir og orðið er laust. Ásgrímur Ingólfsson, kjörsval. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Ég ætla aðeins að blanda mér í þessu umræðu. Þetta er náttúrulega mál sem við höfum svo sem rætt áður og mann eftir öllum þeim ræðum sem voru haldnar á þeim tíma þegar við ákvaðum þetta að setja tímabundið. En því miður erum við aftur að taka upp gistiheimildir í íbúðabyggð í aðalskipulagi þar sem okkur hefur verið tjáð að þrátt fyrir fyrirgreiðslan að við getum ekki haft tímamörk á starfsleyfunum eins og við gerðum eins og við munið á síðasta árið þegar við ákvaðum að sólarlagsákvæðið myndi verða 1. maí 2023. Og þó svo að skipulagsstjórnin hafi ekki gert athugasemd við þessar breytingar á kaflanum og sýslumannsembættið hafi meira þess að samþykkt svona leyfi en afturkallað, að þá eru staðan þessi. En hvað það? Við verðum að bregðast við þessu og kostir eru 3. Í fyrsta lagi er það að banna þetta alfarið og þá er það ekki heimilt að vera með gistingu í heimahúsum umfram þá 90 daga eða 2 milljónir. Annar möguleikinni er að heimila þetta alveg. Lögin heimila það líka Sæmundur. Þeir heimila ekki bara að banna, þeir heimila líka að leyfa þetta alveg. Og þá heimila þetta eigendum húsnæðis og þá mega þeir gera það sem þeir vilja við sínar eignir innan ákveðna regla. Þriðji kosturinn er sá sem við höfum valið er heimil þetta með þeim skilyrðum sem við settum í aðalskipulagið og sem eru nokkuð ströng. Sveitarfélög hafa verið með allar útgáfur á þessu eins og við þekkjum sem höfum verið að skoða þetta mál. En við höfum falið þessa Reykjavíkurleið svokölluðu og Björgvin Óskar Sigurjónsson fór vel yfir henni áðan. En skilyrðin eru eins og fyrr segir og bókun skipulagsnefndar frá 11.3.2020 þar er kveðið á að það skuli vera 0,8 bílastæði á hvert herbergi innan lóðar, greinilegar merkingar á gististöðum, gilt starfsleyfi á haust og rekstrarleyfi frá sýslumannsembættinu. Slík leyfi er bundið við þá fasteign og þann leyfishafa sem var með rekstrarleyfi til sölugistingar í viðkomandi fasteign á fyrrgreindum tíma og það hlutfall húsnæði sem rekstrarleyfi til sölugistingar var þá bundið við, auk sem þetta á aðeins við óbreyttar starfsemi frá þeim tíma. Og mín rök fyrir að styðja þetta eru meðal annars að vera fjölbreyttari gisti möguleikar á svæðinu. Fólk getur valið að fara á hús eða í heimagistingu allan veturinn. Það getur valið íbúðarparta eins og við sjáum á þeim leyfum sem eru til staðar. Það eru ekki margar eignir heilar í þessu. Þetta er aðalega íbúðarpartar. Mér finnst að einstaklingsframtakið eigi svolítið að fá að njóta sín í þessu. Ef að fólk vill vera með þessa þjónustu í sín húsnæði, þó að sé 90, 100 dagar, 120 dagar eða whatever, fyrir ekki við slettuna, að þá finnst mér að það er á því, og það er mín skoðun, að þetta verði frekar til þess að þetta verði upp á borðinu og þetta verði eðlilegri samkeppni þar sem að húsnæði sem að fer í þetta hjá okkur, það borgar fasteignaskatt atvinnuhúsnæðis eða 1,49%. Þannig að ég hef talað fyrir þessu og hef svo sem velt þessu mikið fyrir mér og ekki skipt skoðun og ég held að við eigum að heimila þessum fáu sem eru orðnir eftir í þessu að vera í þessu áfram meðan það er endast. Þakka Ásgrími fyrir. Orðið er laust. Þeirri sem að taka til máls, ef svo er ekki, þá ætla ég bara að gefa forseta orðið aftur. Þá er það 7. mál á dagskrá, það er endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulags sveitarfélagsins þeir sem eru því samþykkir að heimila þetta eins og fyrir er sagt hér og lesið, gerur svo vel rétt upp hönd. Það eru 4 atkvæði með, þeir sem eru á móti, það er 1 atkvæði.
Páll Róbert situr hjá og Stefánia er vanhæf og er utan dyra. Stjáni, þú kallar í Stefáníu. 7. mál á dagskrá er breyting á aðalskipulagi Heppivegur 6. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Skipulagslýsing vegna breytinga á afmörkun miðsvæðis á Höfn. Vegna fyrirhugaðra breytinga breyttrar starfsemi í gamla sláturhúsinu á Heppivegi 6 er lagt til að miðsvæðið verði stækkað til að ná yfir þá starfsemi. Til samræmis og til að endurspegla raunverulega notkun er miðsvæðið einnig teygt yfir gömlu kartöflugeymslurnar eða hafið eins og við þekkjum það. Breyting og notkun á húsunum samræmist deiliskipulagi Hafnavík Heppa og deiliskipulagi Hafnasvæðis við Krossey. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa lýsingu á breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 7. mál á dagskrá breytingu á aðalskipulagi Heppivegur 6. Það er enginn sem gefur mig merki. Þeir sem eru því þá samþykkjur gjöra svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá er deiliskipulag þétting byggðar innbær. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góði fundamenn. Við frágang skipulagsstofnunar á deiliskipulagi innbæjar þéttingu byggðar kom í ljós að auglýsing birtist í B-deild þann 11. febrúar síðastliðinn en athugasemdafresti lauk þann 3. febrúar 2020. Samkvæmt 42. grein skipulagslaga þarf því að endurtaka málsmeðferð skipulagsins í samræmi við 41. grein laganna. Skipulagið var endurauglýst frá 18. mars til föstudagsins 30. apríl 2021. 2 athugasemdir bárust frá íbúum. Markmið með deiliskipulaginu er að koma á móts við eftirspurn og stuðla að vexti þéttbýlis með auknu lóðaframboði. Þétting byggðar tekur til nýrra lóða auk aðliggjandi byggðra lóða við Silfubraut og Hvannabraut. Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Í deiliskipulaginu gert ráð fyrir íbúðarlóðum fyrir einbýlishús og raðhús. Ég legg til að bæjarstjórn geri svör skipulagsnefndar að sínum og vísi málinu í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 8. mál á dagskrá deiliskipulag þétting byggðar innbær. Sem vil taka til máls undir þessum lið. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Ég velti fyrir mér hvort að Björgvin hafi verið að tala að bæjarstjórn gefi svör minnihlutaskipulagsnefndar að sínum eða meirihlutaskipulagsnefndar. Þetta er í raun og veru sama athugasemdin áðan því að í málsmeðferðinni þá gerði minnihluti skipulagsnefndar athugasemdir við málið. Og þetta er í raun og veru sama athugasemdin áðan. Ég bið ykkur að í svona máli þar sem við erum ekki sammála þá eigum við að virða það að það er minnihluti sem er þá ekki sammála málinu að skrifa það þegar það á við. Þakka fyrir þetta, Sæmundur. Réttmæt athugun að reyna að halda þessu skýrt fram að það er meirihluti og minnihluti. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek þetta bara á okkur starfsmenn. Það eru starfsmenn sem rita hér fundargerðir og þetta er bara réttmæt ábending og við tökum hana til okkar. En það er líka ábyrgð bæjarfulltrúa að passa upp á að fundargerðir séu rétt skrifaðar. Þannig að ábyrgðin er ekki alfarið starfsmenn. Þakka fyrir þetta, Matthildur, og ég reikna með að Björgvin hafi verið vísað til bókunar meirihlutar sem ekki minnihlutar áðan, en svo það sé á reynu að gera svör meirihlutans. Hann leggur til að bæjarstjórn gerir svör meirihlutans í umhverfisskipulagsnefnd að sínum. Orðið er laust þessa tillögu. Þeir sem eru því þá samþykkir að gera svör
meirihlutans að sínum kjörum svo leiðréttarfund. Það eru 4 atkvæði. Þeir sem eru á móti kjörum svo leiðréttarfund, það er 1 atkvæði og þá sita 2 hjá. Sæmundur er á móti, Páll Róbert og Stefanía sita hjá. 9. mál á dagskrá, deiliskipulag Reynivellir 2. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Deiliskipulagstillaga Reynivellum 2 var auglýst frá 29. mars til 11. janúar 2020. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Haust, Vegagerðin, Náttúrustofu Suðausturlands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnun og Veðurstofunni. Á grundvelli umsagna var unnið mat á flóðahættu á svæðinu. Brugðist hefur verið við athugasemdum sem fram komu á auglýsingatíma. Þar sem meira en ári liði frá auglýsingu skipulagsins þarf að auglýsa aftur. Fækka þarf tengingum við þjóðveg 1 í samræmi við umsögn Vegagerðarinnar. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að byggja upp ferðaþjónustu, gistingu og eða hótel. Nýtt þjónustusvæði VF 45 liggur sunnan þjóðvegar og er í landi Reynivalla 2. Markmið er að reisa hótel á svæðinu auk þess að styrkja þjónustu við ferðamenn og heimamenn svo sem með vöru og eldsneytis sölu auk ýmiss konar afþreyingu sem sé sölu á jökla og gönguferðum, leiðsögn og fleiru. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa deiliskipulagstillöguna og vísa henni í lögformlegt ferli. Já, það er 9. mál á dagskrá, deiliskipulag Reynivellir 2. Bókun umhverfis- og skipulag var þannig hljóðandi að ég man rétt að það var fækkað þessum tengingum. Það eru 2 tengingar inn á aðalveginn þjóðveg 1 og fara með henni 1 tengingu. En hvað það? Orðið er laust þetta mál. Þeir sem þýður þá samþykki gjöra svo réttarfund. Samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá, það er óskum óverulega breyting vegna gistihúss og Staðarfellsfjöllum. Og ég hafi verið í þessu máli, gjörðu svo vel, Ásgerður. Er 10. mál, deiliskipulag óskum óverulega breytingu vegna gestahúss í Staðarfellsfjöllum. Það er Björgun Óskar sem að fylgja því í lagi. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Er að ræða óskum óverulega breytingu á deiliskipulagi vegna gestahúss á lóð nr. 12 í Stafafellsfjöllum. Við byggingu gestahúss í Stafafellsfjöllum þurfti að færa til bygginguna vegna jarðvegsaðstæðna og er húsið því 6 metrum frá lóðamörkum. Samkvæmt grein 5.3.2.12 í skipulagsreglugerð skulu ný hús ekki vera nær lóðamörkum en 10 metrar. Óskað er heimildar til að stækka lóðina samkvæmt samningi við landeigendur 4 metra, án breytingar á deiliskipulagi til þess að uppfylla skipulagsreglugerð. Ég legg til að bæjarstjórn samþykkja að heimild verða að breyta lóðamörkum án breytinga á deiliskipulagi samkvæmt 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga, enda óverulegt frávik að ræða og hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Einnig legg ég til að falli verði frá grenndarkynningu samkvæmt 3. málsgrein 44. greina skipulagslaga þar sem breytingin hefur ekki áhrif á aðra en umsækjandann. Takk fyrir. Takk Björgunni fyrir. Orðið er laust. Gestahús í Staðarfellsfjöllum.
enginn sem kveður sér hljóðs og þessi samþykkja kjörsókn gefa merki og það er samþykkt samhljóða með 6 atkvæðum. Og 12. mál á dagskrá er fyrirspurn til skipulagsstjóra Hólabraut 1A og 1B, staðsetning bílastæðis. Já, fyrirgefið. Ég hoppaði yfir hérna breyting á deiliskipulagi skemma í Skaftafelli. Það er Björgvin. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Óveruleg breyting á deiliskipulagi var samþykkt í bæjarstjórn þann 8. október 2020. Í hönnunarferli hefur afstaða skemmunnar breyst lítillega og er því óskað eftir að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á byggingarrit skemmunnar. Legg til að bæjarstjórn samþykki að breyta deiliskipulagi í Skaftafelli með óverulegri breytingu þar sem tillagan felur í sér óverulega breytingar á notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi svæðisins og að fallið verði frá grenndarkynningu þar sem breytingin hefur ekki áhrif á hagsmuni í grennd. Takk fyrir. Þakkaði fyrir þetta, Björgvin. Málið er laust 11. lið á dagskrá, breyting á deiliskipulagi skemma í Skaftafelli. Það er enginn sem gefur mér merki, þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er fyrirspurn til skipulagsstjóra Hólabraut 1A og 1B, staðsetning bílastæðis. Óskað er eftir heimild til að bæta við bílastæðum á lóð Hólabraut 1A. Umsókn eiganda Hólabraut 1B liggur fyrir. Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu. Ég legg til að bæjarstjórn falli frá grenndarkynningu þar sem þetta sýnt þykir að framkvæmdin varðar ekki hagsmuni annarra en umsækjenda. Enda er framkvæmdin í samræmi við landnotkun, byggðarmynstur og þéttleika byggðar. Orðið er laust þetta mál, 12. mál á dagskrá, fyrirspurn til skipulagsstjóra. Það er enginn. Þeir sem því er þá samþykki gjöra svo réttarbönd. Samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er umsókn lóð L og M í Óslandi. Umsókn Humarhafnar EF lóð á Ófeigsstanga L og M. Bæjarráð mælið með úthlutun lóð M. Bæjarráð getur ekki mælt með úthlutun á lóð 11 þar sem hún er þegar í notkun. Orðið er laust þetta mál, 13. mál á dagskrá, umsókn lóð Ósland. Þessi tíður svo samþykki gjöra svo réttarbönd. Datta aðeins út, fyrir ekki þau. Umsókn lóð Hagaleira 16. Umsókn Hagatún, rétti þér áskjörður. Umsókn Lárusar Páls Pálssonar að Hagatúni 16. Bæjarráð mælti með lóðum úthlutuninni. Þeir sem því eru samþykkir gjöra svo réttarbönd. Samþykkt samhljóða. Umsókn lóð við höfnina. Umsókn GIG lóð á Ófeigsstanga 11 til 13. Bæjarráð getur ekki mælt með úthlutun á lóð við Ófeigsstanga meðan unnið er að deiliskipulagi í Óslandi. Ég legg því til að bæjarstjórn hafni lóða umsókninni. Orðið er laust þetta mál. Þeir sem því er þá samþykki gjöra svo réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá umsókn lóð Hagaleira 9. Umsókn Rannvers Olsen lóð á Hagaleira 9 lögð fram. Bæjarráð mælti með lóð á úthlutuninni. Orðið er laust þetta mál. Þeir sem því er þá samþykki gjöra svo réttarbönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. mál á dagskrá því er frestað, það var kosning í fjölmenningaráð. Þá var 18. mál á dagskrá skýrsla bæjarstjóra. Matthildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti og bæjarfulltrúar. Nú ætla ég að fara einnig við skýrslu þennan mánuðinn. En til þess að byrja með ætla ég að ræða þessum framkvæmdir. En nú vinna starfsmenn að því hörðum höndum að koma verkefnum sem voru samþykkt í fjárhagsáætlun í framkvæmd. Gangurinn er góður og nú eru flest verkefni komin í ferli og ég ætla að fara yfir stöðu flestra þeirra hér.
Víkurbraut 24, framkvæmdir þar eru nú á lokastigi og verktakinn að skila af sér á allra næstu dögum. Stefnt er að flutningi í kringum mánaðamótin en þá mun allir starfsmenn velferðarsviðs verða saman á einum stað 30 starfsmenn í heildina. Þegar lóðaframkvæmdum verður lokið verður íbúum síðan boðið í heimsókn og húsi verður vígt með formlegri athöfn. Hrollaustæðir, nú þegar verktakinn Þingvað EHF skilar af sér Víkurbraut 24 mun hann hefjast handa í Hrollaustöðum. Áætlað er að hægt er að taka húsi í notkun fyrir áramótin næstu þar. Búið er að skrifa undir húsaleigusamninga við Vatnajökulsþjóðgarð en þjóðgarðurinn mun leigja út 3 íbúðir af sveitarfélaginu og greiðir fyrirfram út leigufé sem fékkst í gegnum átaksverkefni ríkisins vegna COVID-19 eða 43 milljónir króna sem er það fyrirframgreidd leiga. Mikligarði, nú er utanhúsframkvæmdum þar lokið og unnið er að hönnun innanhús og hefjast framkvæmdir þar næsta haust. Í Bæjarráði í gær var fjallað aðeins hófgarð utan dagskrár en þar liggur kostnaðaráætlun fyrir breytingar á skólahúsnæðinu þar sem áætlað er að opna milli leik- og grunnskólans og endurnýja salerni. Leita verður eftir tilboðum hjá verktökum en framkvæmdin er ekki útboðsskyld. Þá er það Hafnabrautin. Nú er búið að semja fyrstu 2 hluta framkvæmdarinnar og mun jarðvegsvinna hefjast fljótlega. Mikið rask mun sjálfsagt fylgja framkvæmdunum enda er aðalgötu bæjarins að ræða. Samráð verður haft við rekstraraðila og íbúa við Hafnabrautina vegna skipulags á lokunum og svo framvegis. Verkinu mun ljúka í september með malbikun og undirbúningur útboðs á malbiksframkvæmdum er hafinn. Í Bæjarráði í gær þriðjudag var niðurstaða útboðs vegna framkvæmda í Sindrabæ kynnt. Þar barst einungis 1 tilboð sem var vel yfir kostnaðaráætlun og tók Bæjarráð ákvörðun að hafna því. Öll gögn eru tilbúin og því hægt að bjóða út að nýju eftir áramót. Nýtt hjúkrunarheimili, hönnun og vinnu við útboðsgögn er nú að fullu lokið og liggur nú ósk heimild til þess að auglýsa útboð hjá samstarfsnefnd opinberar framkvæmdir. Nefndin fundar fljótlega og framkvæmdin er á fjárlögum og verður vonandi hægt að auglýsa útboðið á næstu 2-3 vikum eða eftir að nefndin hefur samþykkt að auglýsa útboðið. Ársfundir, nú er tíð ársfunda en ég satt ársfund Stapa-lífeyrissjóðs sem haldinn var í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri og honum var jafnframt streymt. Gestir voru allir í netheimum. Ríki Vatnajökuls hélt sinn ársfund í síðustu viku og var sá fundur einnig rafrænn. Ágæt mæting var á fundinn og má segja að unnist hafi varnarsigur í rekstri félagsins á erfiðasta rekstrarári þess líklegast. Sveitarfélagið vann með ríki Vatnajökuls í markaðsmálum á síðasta ári með því að fjármagna markaðsátak sumarsins sem skilaði sér vel til landsmanna sem komu fjölmargir í heimsókn til Árnafjarðar. Nú er áherslan á erlendamarkaðinn en margir verða líklega varir við og eru líklega að sjá auglýsingar frá ríki Vatnajökuls á samfélagsmiðlum. Þar birtast reglulega frásagnir og myndir héðan úr sveitarfélaginu. Ríki Vatnajökuls hefur unnið stefnumótunarvinnu á árinu þar sem fókusnum er beint á markaðsmálin. Gott samstarf er á milli Ferðamálafélags Austur-Skaftafellssýslu, ríki Vatnajökuls og sveitarfélagsins en þessir aðilar funda nú reglulega með formlegum hætti með því markmið að samþætta áherslur og auka samvinnu allra í greininni. Ársfundur Náttúrustofu Suðausturlands var haldinn rafrænn en nokkrir komu þó saman á Kirkjubæjarklaustri. Starfsemi stofunnar hefur verið að eflast á undanförnum árum en á stofunni störfuðu starfsmenn í 3,5 stöðugildi á síðasta ári. Útlit er fyrir að fjölga verið töluvert á þessu ári tímabundið enda verkefnastaðan góð. Þess má geta að Náttúrustofan hlaut 8,5 milljóna króna styrk úr loftslagssjóði nú á dögunum til að vinna nýsköpunarverkefni. Markmið verkefnisins er að mæla kolefnisforða á 4 stöðum ásamt CO2 flæði úr þurrlendis jarðvegi í Skaftárhreppi. Þannig er hægt að áætla heildarlosun eða bindingu úr völdum vistgerðum með nokkuð góðri vissu. Fyrir það sem ekki vita er að jafnaði hálft stöðugildi staðsett í Skaftárhreppi sem er skilgreint hjá Náttúrustofunni en með þessu verkefni verður hægt að auka það í að minnsta kosti 1 stöðugildi að minnsta tímabundi þá. En áskýrsluna má lesa á heimasíðu stofunnar. Vatnajökulsþjóðgarður og svæðisráð.
Það er ávallt mikið að vera í málefni þjóðgarðsins. Búið er að uppfæra stjórn- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand í samræmi við umsagnir sem bárust og mun stjórn vonandi samþykkja lokaútgáfu á næsta fundi sínum á mánudaginn næstkomandi. Margar umsagnir bárust og var tekið tillit til þeirra við uppfærsluna. Ferli við vinnuna sýnir að almenningur hefur góð tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Nú er unnið að léttri uppfærslu á heildarstjórnunar- og verndaráætlun fyrir allan þjóðgarðinn og verður vonandi hægt að samþykkja drögin nú á næsta fundi stjórnar. Svæðisráð hefur nú farið yfir valkostagreiningu sem vegna framtíðarskipulags í Skaftafelli og sent skipulagsráðgjafa í kjölfar fundarferðar stjórnar og svæðisráðs þjóðgarðsins í Skaftafelli. Þær ánægulegu fréttir voru kynntar á fréttamannafundi nú fyrir stuttu sem haldinn var af Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, að Jökulsárlón hefur verið tilnefndur fyrirmyndar áfangastaður ferðamanna, Varða svokölluð. En Jökulsárlón er þá einn af 4 slíkum stöðum á landinu ásamt Gullfossi, Geysi og Þingvöllum. Vörður eru merkistaðir á Íslandi sem teljast einstakir á lands- eða heimsvísu. Megin aðdráttarafl þeirra eru náttúrufyrirbæri og eða menningarsögulegar minjar sem mynda sérstætt landslag og landslagsheildir. Tilnefningunum fylgir fjármagn sem verður nýtt strax á þessu ári til innviðauppbyggingar. Ég bendi svo á tengil á fréttumálið. Sóttvarnir og COVID. Nú eru margir farnir að sjá ljósið á enda þessa langa COVID-tímabils. Góður gangur hefur verið í bólusetningum hér á Hornafirði. Nú er verið að bólusetja í Heppuskóla og ráðgert er að bólusetja í Íþróttahúsinu í næstu viku þegar meira magna bóluefni berst til okkar. Útbreiðsla COVID í Skagafirðinum minnir okkur þó á að við megum ekki verða kærulaus. Enn þurfa allir sem finna fyrir flensueinkennum að hafa samband við heilsugæsluna þó að þeir hafi mögulega verið bólusettir. Veiran er lúmsk og getur dreift sér þó einstaklingar séu bólusettir. Nú í vikunni tók í gildi ný reglugerð sóttvarnir sem hafði för með sér rýmkun og nú geta 50 manns komið saman. Það þarf samt þolinmæði og þrautseigju til að halda áfram en það er full ástæða til þess svo við getum farið nokkur rólega inn í sumarið. Og aðeins að ferðaþjónustunni, það er vel sýnilegt að aukin aðsókn er í ferðir til Íslands. Nú eru farnir að sjást til ferðamenn. Úr Skaftafelli fékk ég þær fréttir að 40 manns voru á tjaldsvæðinu eina nóttina í vikunni og það er greinilega að fjölga þar á svæðinu umferð. Það er einnig að aukast umferð á veitingastaðan og hótelin eru að opna hér í þéttbýlinu í það minnsta og mér heyrist að ferðaþjónustuaðilar séu nokkuð bjartsýnir fyrir sumarið og að bókanir séu að berast sér í lagi seinni part sumars. Sveitarfélagið auglýsti eftir sumarstarfsmönnum sem er í framhalds- og háskólanámi líkt og við gerðum síðasta sumar en þá vorum við með 14 starfsmenn í slík úrræði hjá sveitarfélaginu. Aðsóknin nú er mun minni sem segir okkur það að atvinnuástandið er jafnvel lagast. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Nú verður gert hlé á fundinum meðan farið verður yfir fundagerð.